Ég hef verið að velta því fyrir mig hvort það geti verið að þessi krísa og þessi kreppa sem hefur gengið yfir okkur öll, ekki bara hérna á Íslandi heldur út allan heim, sé í rauninni lán í óláni í einhverjum skilningi. Og þá ég ekki að gera lítið úr þeim erfiðleikum sem við erum að takast á við, en það í rauninni alveg ótrúlegt tækifæri fyrir einstakling, fyrir fyrirtæki og hvað þá fyrir heila þjóð að staldra aðeins við og spurja sjálfan sig hvernig vil ég vera, hvert ég að fara og hvernig fer ég þangað. Og það tækifæri sem að engin þjóð ætti að geta nýtt betur heldur en Íslendingar, því að við erum bara 300.000 og einhvern veginn í eðli okkar þá erum við heilmiklir frumkvöðlar. Þannig að ef að við nýtum þetta tækifæri að safna saman 1500 Íslendingum í Laugardalshöll til að tala fyrir hvað viljum við standa, þá trúi ég því að við séum miklu meira sammála heldur en ósammála. Því öll viljum við jú búa í góðu samfélagi og það samfélagi kannski ekki alveg til staðar fyrir hrun eða núna í kjölfar hrunsins. Þannig að öll viljum við held í eitthvað annað en það. Og ef við gefum okkur tíman til þess að tala þessi grundvallaratriði, þessi grunngildi sem skipta okkur máli og hvert okkur langar til að fara, að þá ég alveg sannfærð að við finnum leiðina á góð. Því ég trúi á fólk og ég trúi á fólk komið með lausnir. Og ég held að kannski hafi hugmyndir okkar í gegnum tíðina það að einhver einn aðili, einhver einn foringi, einhver einn hetja, einhver einn leiðtogi komi og bjargi málum þegar erfiðleikar steðja að. Ég held að það sé bara dálítið úraldar hugmyndir. Og ég held að ég hef skoðað leiðtogamál og forystu mjög mikið og fræðin hafa lengi verið að færast yfir í það að tala meira að við deilum ábyrgðinni af því að sinna leiðtogahlutverkinu. Og þannig held ég að við höfum 1500 heila, 1500 hjörtu, 1500 sálir sem við náum að tappa inn í og ég trúi því að við fáum út úr því skýra sýn sem eitthvað sem við getum alls saminast Ég trúi því líka að við náum að mótivera þarna nógu stórt afl til jákvæðrar úrlausnar á þeim vanda sem við stöndum í. Ég vil ekki gera lítið úr þessu vanda, en ég held að tækifæri sé stærra heldur en vandinn. Og ég ótrúlega spennt að treysta þessu ferli og treysta Íslendingum sjálfum til þess að finna leiðin út. Og það sama hvaða Íslending ég hitti þessa dagana, mér finnst einstaklingar vera að þroskast mikið af því sem gerðist og læra mikið, en við sem samfélag erum einhvern veginn ekki alveg að taka réttu skrefin til að byggja upp það samfélag sem mig langar að búa í og flestum sem ég tala við. En ég trúi því að það hefjist 14. nóvember á þjóðfundi og að frá 15. nóvember verði uppbygging á heilbrigðan máta á Íslandi.